Kæri Ögmundur, ágætu fundarmenn. Heimsins brestur hjálpar lið, hugur skersta verki, þegar mest ég þurfti við, það voru flestir hvergi. En einu sinni stendur þessi þjóð í þessum sporum. Þakka frábærar ræður, stuttar og snjallar. En allar áttu þessar ræður eitt sameiginlegt. Þær voru hryllingsræður. Þær voru ræður það að börnin mín og barnabörnin mín myndu ekki eiga þetta land. Og nú stöndum við frammi fyrir því Evrópusambandið að stíga enn eitt skref. Ég var á móti EES-samningnum. Ég er á móti honum enn. Hann stangaðist á stjórnarskrá í upphafi. Það viðurkenna núna þeir sem að studda hann. Og það er margbúið að brjóta stjórnarskrána. Hún er einskis virði í hugum stjórnmálamannanna því miður. Og meira að segja hef ég brotið hana með því að ganga leiðina áfram í þessari vitleysu. Evrópusambandið eins og bröndótti kötturinn á Brúnastöðum. Hann lá í sólskinni á sunnudögum búinn að veiða sér 3-4 mýs og lék sér að þeim í hitanum. Dróðar upp á feldinn aftur og aftur. En hann skildi aldrei við þar öðru sem að bíta af þeim hausinn. Þetta er það sem litlu ríkin standa frammi fyrir. Sviss er frjálst. Það felldi sinn EES-samning. Það hefur gert 142 tvíhliða samninga. Við höfum engan kost í framtíðinni. Það er annað mál. Stóra málið er nú að sigra þetta mál. Sigra þetta mál eins og EES. Gera orkupakkana fúleggjum undir stjórnarflokkanum. Láta þá finna fyrir þessari grasrót. Láta menn stoppa í eitt skipti fyrir öll. Því átökin er ekki bara hafin orku Íslendinga. Mest er það vatni. Við erum eina auðugasta þjóð af vatni í veröldinni. Það eru norður- og suðurskautið, það er Grænland, það er Bækalvatnið og Ísland. Þetta verður allt slegist. EES-samningurinn eins og Jón Baldvin Hannibalsson sagði, ég deildi við hann á þeim tíma. Hann snerist ekki orkumál og auðlindir. Hann snerist ekki landbúnaðarmál. Nokkrum árum síðar stóðum við frammi fyrir því að bröndótti kötturinn var búinn að búa sig undir þá baráttu. Í fyrsta lagi ætlaði hann að taka okkur inn í Evrópusambandið. Í öðru lagi bjó hann sig undir þá baráttu að koma landbúnaðarvörum sínum með klækjum til Íslands. Það gerði hann. Hann setti matvælalöggjöf í gang þar sem fiskurinn og kjötið skyldu vera undir. Og nú er ein af auðlindum Ísland í mestu hættu sem hefur verið. Íslenskur landbúnaður á yfir sér þá vá að hér verði flutt inn hrátt kjöt. Það er búið að gera stærri tollasamninga en nokkur þjóð hefur gert til þess að steypa atvinnu íslenskra bænda út í Evrópu. Þar ég segi við ykkur, frelsið er að veði Ögmundur Jónasson. Eitt sinn gekkstu sem kjarkmaður út úr ríkisstjórn. Það var Icesave. Þetta er miklu, miklu stærra mál en Icesave. Það snýst landið okkar, fyrir börnin okkar og framtíðina. Við skulum ekki láta það gerast þó við séum gömul og grá, mörg á þessum fundi, að þeir steli Íslandi. Auðvitað er Guðni Ágústsson góður, en ég vissi að það var hættulegt að hleypa honum í pontu.